Já, ætli maður sé ekki bara komin í ágætis jólaskap, sko, þó svo þessi staða sín ekkert endilega fullkomin að vera í, sko. Þá eru þessi músastegar sem að Máni lét mig gera alveg krúttlegir og ég alveg til í að fara að baka ykkur smákökur. Skil bara ekki af hverju þurfa að vera vegan, það ekki svona smjör, það ekkert mann drepi neitt. Skolaðu þér. Er þetta rekka? Jæja, Guðrún. Nú ég orðinn vegan fyrir jólin. Yes! Fyrir jólin, hvað verður? Já, bara vegan. Hvað með jólamatinn? Tölum bara það seinna. Hvað ætlum við að gera? Sko, við ætlum að baka kökur. Já. Sem að margir myndi kannski halda að vera svolítið áskorun þegar maður vegan og sleppir öllum dýraafurðum. Af því að smjör og egg eru svona svolítið lykilinnihaldsefni í flestum bakstri. En ég ætla að reyna að sýna ykkur fram á að það skítlétt að sleppa þessum innihaldsefnum og finna annað í staðinn. Ég myndi það. Hvað ætlum við að baka? Mér finnst eiginlega langbestu kökurnar vera sörur. Söru bernardskökur. Það eru flóknar og svolítið erfiðar en svo innilega þess virði. Það eru einfaldar og góðar, þær taka kannski örlítið lengri tíma en venjulegar sörur. Við höfum allan daginn. Ef að byrja? Já. Sko, lykilefni í öllum bakstri í staðinn fyrir eggin kjúklingabaunasafi. Elska það. Kjúklingabaunasafi? Það hljómar kannski ekki eitthvað æðislega girnilega, en trúið mér, þetta sko töfrahráefni. Sjáðu hvað ég er að gera. Sigta bara mjög einfaldlega saman frá. Málið með kjúklingabaunasafi er að hann frábær í marins. Allan marins, þess vegna notum við hann sem grunn í botninn á sörum og það sem meira það ekkert kjúklingabaunabrægð á honum, eins og maður getur kannski haldið. Síðan bætum við út í vínsteins lyftidufti. Já. Eina matskeiðinu. Hægt og rólega út í og við ætlum að auka hraða. Hvað viljum við fá margar? En þetta er þetta flossykur þá? Já, þetta er flossykur. Já. Ég lofaði ykkur kraftaverki og það það sem þið fáið. Ég ennþá hljóðið. Bara svona pínu lítill gulleitur safi úr einni kjúklingabaunadós orðinn að... Vá. Vá. Þetta marins. Getum að setja það yfir hausinn eins og venjulegan marins. Testum að Máni. Pröfum að gera á Guðrúnsöfni. Næsta skref, þegar við komum inn að geggjaða pikkfasta marins, beiting, að blanda smá söxuðum möndlum út í. Það líka hægt að nota valnötur, við ætlum að blanda þið varlega saman við með sleif. Þú færð að gera það, Helga. Aha. Já, fett, þú mátt sleikja. Maður sjá, erum við ekki komið bara ágætis magn? Ég setjum aðeins með. Gott. Hvað að tala stórt? Bara hvernig sem þú vilt. Fólk hefur mismunandi skoðun á því hversu stórar sörur eiga að vera. Munið Er ekki alltaf munnbiti? Skellum þessu inn í ofn. Já. Þessum fínu doppum. Sem við notum hárnákvæmar en vísindalega mælingar fyrir að búa til. Nákvæmlega. Setjum við þér í ofn þar sem það verður í 2 klukkutíma á 100 gráða. Bíða meira maður. Þetta þolinmæðisvinna. Það er ekki til að láta það. Sko! Sjá þessa elsku. Já. Það þarf að kólna pínu. Þetta er kallt. Vitið það, ég geti sniffað bráðið suðusúkkulaði, sko. Sjáu þið, það eru alveg fullkomið. Þá fjarlægum við það úr vatnsbaðinu. Þessar elskur eru búin að vera í frysti í smá tíma. Þannig að nú megið þið bara dýfa þeim ofan í og hjúpa þær með súkkulaði. Ég veit ekki hvort ég treysti mér í Ég full að trúa þér, Helga. Sko! Þannig. Þetta er heitt. Og bara passa að fullkomið. Vá. Svo fer þetta aftur inn í frysti. Enn einu sinni. Á! Á! Inn í frysti.
listi en bara í nokkra mínútur. Ok. Svo getum við loksins gert okkur þetta þessu. Býtu, akkur bara 3? Voru ekki 5? Fólk, það er mikil grammpress á mér í dag, sko. Það bakstur og fjallganga. Og allir hata mig. Það konar 3 vegan sörur fyrir framan okkur. Skál. Skál í búðinu. Gleðileg jól! Ja, þetta mjög gott. Þetta Bara fínt. það geðið gott. Mér fannst þetta alls ekkert vondar kökur, sko. Ég get bara ekki látið Mána vita að hann hafi rétt fyrir sér, sko.